góðan og blessaðan daginn Sunna og verður velkomin í tilboðið. Góðan og blessaðan daginn Birta. Hvernig liggur á þér í dag? Bara mjög vel sko. Það ekki? En hjá þér? Bara mjög vel. Já, og stór dagur hjá okkur í gær. Já, rosalega stór dagur. Já, því að núna erum við hérna 3 saman. Stelpurnar. Við erum stelpurnar saman, en í gær, þegar við tökum hérna þáttu upp, þá í gær var ég að komast að kyninu af bumbubúanum mínum. Bumbubúanum okkar. Bumbubúnum okkar Sunnefi og það er heldur betur ekkert meira en ég minna en ein góð skvís á leiðinni. Litla skvís! Það sem ég er spennt. Hún getur það bara að vera með okkur inn í tilboðinu alltaf. Ég sko, þetta bara, það bara, fyrst orðum er það Kim og Hollywood og BBL. BBL? Var það ekki BBL? Hvað það? Bara Siljan Böllumst. Ég bara, jú, algjörlega. Bara þú veist, það hérna... Já, bara það passa ekkert annað inn í tilboðið. Strákur er alltaf velkomin og allt það en þú veist, við þurftum náttúrulega einhver daginn þarf ykkur að taka við þessu tilboði. Nákvæmlega. Þetta er bara aldrei að fara að hætta. Birta Leaf Junior. Birta Leaf Junior. Eða, Sunniva Junior. Eða Sunniva Junior, who knows? What you gonna name it? Hint, Sunniva. Kemur ljós. En hérna, já, þannig að það var mjög, mjög skemmtilegt. Já, þetta var geðveikt. Og við gerðum þetta í svona COVID-stíl af því að það þarf að fylgja þessum reglum. Og sjálfsög. Og hérna skuttlum út skafmiða til ykkar vin okkar og fjölskyldu eða svona bræðra, systkin okkar. Og meðan foreldrar okkar voru með okkur þegar við sprengdum blöðru. Þannig ég vissi þetta basically klukkutíma á undan þér. Já, ég bara Birta er heima að segja núna og hún veit en ekki ég. En þetta var fólk, þú veist, í búðinni sem vissi bara langt á undan mér og Gunna. Og ykkur ljósmöður sem vissi langt á undan okkur Gunna. Ég hafði að senda á hana, herðin er að leka upplýsingarna minna. Herði bara stelpan sem kom hann inn áðan, hvað var hún með? Ég er að kaupa köku, sko. Já, ég er inn að plana allt hérna fyrir hann, ég verð að vita það bara týndist umslægið. Einmitt. Það var endarlega hægt. Getur örugglega plata einhvern í að segja þér svona upplýsingar, sko. En þetta gekk eins og í sög og svo fóru allir á Zoom, sérst vinnur okkar, klukktíma seinna eftir að við vissum og sköfuðu af skafmiða, þar sem stóð annarkor stúlka eða stelpu eða strák. Við eigum von á. Já, við eigum von á og svo stelpu eða strák. Í heiminn, já. Þannig að það voru allir... Já, þú varst líka Birta að gera þannig að allir átt að klæða sig í bleikt eða blátt. Að ofan, já. Já, fyrir eftir hvað þú heldur að það sé. Og ég var í öllu bláu. Þú varst í bláu? Já. En ég meina, hei, það er bara allt í góðu. Já, bara, ég samt vissi að ég hef alltaf rangt fyrir mér þegar kemur að þessu. Já. Þannig ég vissi að ég hefði rangt fyrir mér, þannig í rauninni vissi ég að þetta var stelpa. Já, í rauninni, það er þetta að segja það. Það er allir búin að vera eitthvað, já, sko, þú veist, ég vissi þetta alveg. Ég vissi það með bara allir tíman. Það finna tímur. Bara þetta er 50-50, þú vissi bara annarkvæmt eðskilur, þú veist. Þú vissir það ekki. Þú vissir ekki neitt, giskaðir já. það. En ógeðslega skemmtilegt, ógeðslega gaman og margir sem að fyndi líka bara því að þú veist, fólk sem að þekki svona miklu minna eins og til dæmis, þú veist kannski er auðvelt fyrir vinum hans að giska eða kannski ekki, ég veit það ekki kannski er ennþá auðveldara fyrir eitthvað sem er fjarlæga manni að giska og þú veist, eitthvað, ég veit ekki, þú fattar hvert ég er að fara með þetta en eins og ég var í útvarpinu morgun hjá FM og Rikki þá sem er yfir brennslunni, hann var ekki búinn að fá að vita fyrst þótt að það komið inn á samfélagsmiðla en Kristín Rut var búinn að fá að vita og þetta var svo fyndið því að hann var eitthvað, já, ég ætla að giska og ég eitthvað, ok, þú veist, bara áður en myndi segja honum og hann eitthvað, ég er bara hands down, þetta er bara stelp þú mynd bara búa til stelpur ég eitthvað, ok, já, bara eitthvað svona svo rætti þetta ekki smá stund og svo er ég bara, já, það er rétt fyrir þér bara fyndi hvað fólk bara svona eitthvað, þú veist en hann alltaf þekkir bara svona bara mig, svona, bara mína hlið, bara stelpur hlið TV-kunar hliðina og já, en þú veist mér finnst það vera svo mikið strákamamma, en samt svo hugsa ég bákvort mikið stelpumamma ég held að munir eignast fyrst stelpu núna og svo strák heldur það? Já eins og mamma einir mamma og ekki fyrst, bara svona blanda skilur báðum, það er bara örugglega geggja kombo, ég blanda báðum eða bara þú veist, safna heilt stelpu fótboltalið já, geðveikt, bara fyrir allt sko já, nákvæmlega kem ég bara með strákalið á móti einmitt, það er bara geggja en en já, þannig að þetta var ógeðslega skemmtilegt það er gaman að fá að vita þetta, gerir þetta miklu raunverulegra einhvern veginn, að því maður er eitthvað svona nú er þetta ekki bara eitthvað búi þú veist, það er alltaf búin eitthvað svona bumbubúi eða eitthvað svona, þetta er bara búið eitthvað svona barn og núna eitthvað er maður svona farin að ímynda sér svona aðeins meira kannski
persónuleika. Já, nú ertu líka bara svona, ok, ég ætla að fara að kaupa föt. Já, guð minn góður. Já, það mun byrja á því bráðlega. Ég er spennt að fara að vesla föt núna. Ekki. Teknir með mér, ég var að einmitt eitthvað á okkur, þú veist, hvað sem var svona internetsfyllir ég mætti kalla það áðan og var að skoða einhverja barnabúðir og einhverja barnaföt og eitthvað. Svo er ég bara búin að setja, ég var á einhverjum erlendum síðum, svo er ég bara búin að setja helling, bara svona, ég var svona, ok, ég ætla að setja allt sem minnst krútlegt í körfuna. Ég var ekki sumt var eitthvað svona á stærð sem var eins og eitthvað. Ég var bara að leika mér. Svo er ég bara, dúlof. Svo líka líti á hvað þetta kom upp mikið, bara 1000 evrur. Ég bara, já, mitt, bara 170 skall. Já, ok. Þetta er fljótt að koma. Það var sæll. En já, en það var ógeðslega gaman þegar maður byrjar að leyfa sér að kaupa eitthvað svona dót og eitthvað. Já, það er bara alltaf að koma í það, sko. Núna byrjar maður bara. Nú byrjar maður bara, eftir rólega. Já, safna. Allt bleikt. Guð minn góður. Hún fara allt grænt frá mér. Ég elska grænan. Já, svona uppáhaldsleiti þing grænan. Svona eins og í núna. Já. Svona myndu ljósgrænan. Ég elska líka dökkgrænan. Ég elska bláan og grænan, þannig að hún fær líka blá og grænan. Já, og líka sko, maður má vera í öllum litum. Eins og ég veit að við munum fá mjög mikið frá lilla frænda mínum, Bibba, og þú veist, hann átti bara alls konar liti. Nákvæmlega. Ég gaf honum með mitt fyrsta flíkin sem ég gaf honum þegar þau voru að fara að tilkynna að þau væri ólétt, það var svona samfestingur í þessum lit, svona grænum. Að ég bara, ef þetta er stelpa stráka, skiptir ekki máli. Passar í bæði. Það er allt sem allir liti passaði bæði kynin. Já, og svo náttúrulega eru þetta það skilur skiptir í máli hvað kyn það er bara þessi heilbreytt og allt það. 100%, þetta er bara forvitni. Þetta er bara forvitni og gaman. Þetta er bara eitthvað til þess að gera smá úr þessu. Og, já, að stytta biðina og þú veist, á þessum tímum svo COVID þá er bara geðið gaman að, ég veit ekki, gera eitthvað svona smá úr því sem er að gerast. Algjörlega. Það er ekki sem að sé að gera mikið. 100% rétt. Og þetta var geggju leið hjá ykkur í gæri að hafa svona Zoom. Þannig að ef ykkur reyna að finna leið til þess að tilkynna í svona COVID-tímum, þá mæli ég með þessu. Algjörlega. Zoom-fund, það var rosalega skemmtilegt. Ekki? Jú. Og leiði ykkur að vera svona, þú veist, við vildum passa upp á það að vinur okkur væru alveg included. Þú veist, að því að hefði heimurum verið normal, þá hefðu við líklegast bara, þú veist, haft þetta öll heima og verið öll saman og eitthvað þannig. Þannig við vildum ekki sleppa því bara því að ykkur veira að fara að skemma það fyrir okkur. Nei, það vil ég sjá það, sko. Nei, ekki sjans. En heyrðu, hvað varst að hella upp á fyrir okkur? Heyrðu, eitthvað svona pipamyntu te. Já, þetta er mjög svona herbal. Þetta er svona sítróna pipamynta, þetta er svona... Mér finnst þetta mjög basic. Þetta er mjög basic. Þetta er bara te. Já, þetta er svona minnum á grænt te, basic. Já, þetta er bara svona vönlega te. Þetta er svona, já, eitthvað kalt úti og mér langar að drekka te. Já, og pipamynta og sítróna er alltaf holdt. Og talandi um pipamyntu, þá langar mér ótrúlega mikið að mæla með pipamyntu bodylósinu frá Laugar Spa Organic Skincare. Það er æði. Það er geðveikt. Það er svona, þú situr á þig og þá kælir það þig. Þannig að ef maður er svona, þú veist, með vöðvabólgu eða nýbúna æfingu, það er ógeðslega gott bara að setja þetta á sig af því að þú bara kólnar allir vöðvarnir kólna. Já, einmitt. Sjúklega næs og svona næs pipamynti lykt. Líka bara frískandi, þetta er ekki svona að maður verði kalt, bara svona frískar upp á. Svona fresh bara og lyktin er svo góð, þú veist, ég fyrir oftast bara í heita alveg, bara sjóndi heita styrti og svo ber ég þetta á mig. Það er svo næs. Draumur. Þannig ef ykkur að leita af bodylósinu til að setja í jólapakkan þá er það 100%. Hvað er ekki líka meira jólalegt heldur pipamynta? Nei, alveg neitt, 100%. Svo cozy. 100%. En það fer að styttast í jólin, við erum að reyna að halda aftur að okkur að tala um þau því að það er svo mikið til þess að tala um þegar að þið kemur. En finnst þið nóvember, ég held að sé sko ekki bara ég og þú, ég veit að við erum búin að ræða þetta, en ég held að sé alveg fleiri en bara ég og þú. Finnst þér hann ekki vera sjúklega bara svona hektik? Hektik? Já. Hvað það? Hektik, það er svona... Bara svona leiðilegur eða tilgangslaus? Nei, bara svona mikið að gera eitthvað neginn, þú veist, bara svona allt út um allt. Það er bara eitthvað svona fólk, ég veit ekki, mér finnst, þú veist, ég veit að við törum alveg busy og allt það, en ég held að þetta sé samt svona tilfinning hjá öllum. Það er allir eitthvað svona, ok, þú veist, er þessi mánuð bara ekki fyrir að búin af því að þá er þetta samkompan mögulega búið og þá er komin desember og þá er svona löglegt innan gæsalappa að byrja bara, þú veist, í lakrístoppum, skilur við, fattar mig? Vanlega er ég byrjuð að baka lakrístoppa, sko, en ég er að halda aftur á mér. Ég hef líka bara ekki tímið það núna, sko. Ég skil ekki, þú veist, maður er ekki að gera neitt, en það er samt ógeðslega mikið að gera.
Ég veit það. Fattarðu mig? Ég veit það. Þú veist, þessi skólinn hjá mér, það er bara öll skilaverkefni, öll svona lokapróf og allt bara svona núna, ég er á hvolfi í því og vinnu og öllu bara. Ég held að það sé ekki bara, þú veist, ég og þú, ég held að það sé bara einhvern veginn lægðin yfir landinu. Það er bara eins og allir séu bara eitthvað á haus núna og líka bara sérstaklega þeir sem eru í skóla og eitthvað að reyna að temja sig inn á þetta, þú veist, núna er jólapróf að koma í gegnum Zoom og öllu verkefni skil í gegnum Zoom, þú ferð ekkert bara að hitti kennarinn og segja, heyrðu, getur hans aðstofa mig með þetta eða hvernig sem það er. Nákvæmlega. Þannig að þetta er einhvern veginn svona, ég held að allir séu svolítið bara svona eitthvað, veist, sorry, þeir sem er afmæli í nóvember eða eitthvað, en ég held að allir séu bara svona, please be over. Ángríns, vá, það er okkur ógæslega, ég held að ég afmæli í nóvember eða desember. Já. Sorry, desember, nóvember, börn. Já, litli brú. Ég á afmæli líka ömulegum tíma, ég á afmæli bara helgin eftir Vestlumnahelgi, sko. Það er erfið tími. Það er ömuleg tími. Mjög erfið tími. Það er svona, þú veist, að því að manni langar að sjálfsögða að fagna upp á það með þér, en maður er svo ryðgaður, sko. Ég óttast bara afmæli líka bara 3 daginn eftir Vestlumnahelgi. Það er bara ekki séns að fá neitt til að gera neitt með mér. Alltaf svona einn og einn sem enni kannski út að borða. Er ekki allir búin að skrá sig og allir bara hægt að drekka? Gríns. Ég ætla bara, hello, we're popping a bottle, sko. Það er allir bara, neip, það er ekki séns. Já, einmitt. Well. Ég var nákvæmlega búin að skrá sig í skóla eða er að fara að byrja eftir skólanum og bara svona, nú ætlum ég bara að taka áhuga. Nákvæmlega. Byrja upp á, já, bara ekki neitt, engin drykja, bara ekkert jam. Og svo líka bara svona eins og vinkona okkar afmæli í desember í miðjum jólaprófum. Ég veit það. Það er alltaf verið svo ógeðslega pirrandi. Ég veit það. Vorkenni henni svo mikið. Núna hún er sjálf í prófum núna. En við samt við náum að hittast eftir prófin. Já, og við höfum alltaf gert eitthvað. Já, alltaf bara, en aldrei á afmælisdaginn. Nei. Maður er alltaf í prófi, núna afmælið 9. Alltaf í prófi á afmælisdaginn. Það er svo glagað. Ég var allan að, þú veist, ég á afmælið bara svona geðveitt mikið, þú veist, millibils, þú veist, ég afmælið 3. mars. Þannig að, þú veist, það er sumar ekki komið en það er ekki, þú veist, svart úti. Já, og fólk er bara að jafna sig eftir áramótin, skilur, þannig að þú ert mjög góðan tíma. Já, ég er svona geggjað, þú veist, svona millibili að því að sumir segja þessi geggjað að eiga, þú veist, maður er alltaf að fara úsamlega á þeim ok, wait for it. Hérna, þú veist, sumir segja þessi geggjað eiga afmæli yfir sumarið og ég held að það sé geggjað þegar maður er komin á okkar aldur. Já. En þú veist, eins og mér fannst geggjað eiga afmæli þegar það var ennþá skóli og þannig, að því að þá fór ég í skólan þegar ég var yngri og átti afmæli. Ég hef aldrei upplegað það. Nei. Ég hitti eiginlega aldrei neitt afmælið þegar ég var lítil. Ég hélt eiginlega aldrei upp afmælið mitt heldur. Finnst það ekki leiðilegt? Það er ömulegt. Já. Ekki eignast börn í ágúst. Ándjós. Hvenær er fólk eignast börn þá? Jú, ég elskum Leo season. Það er endar geggja stjörnumerki. True. Það er geggja stjörnumerki. Ég setti þetta hjá mér 15. apríl. Apríl. Það er mjög góð dagsning líka. Já, það er fínt. Það er ekki komin inn í prófasíson aftur. Nei. Að fara þetta í það, en þú nær að taka svona eitt loka djam með skvísinni. Já, nokkulega. Ég ætla að djama með henni. Þegar hún er tvítug. En hérna, nei, nokkulega, þannig að þú veist. Það snúst í kringum djam. Nei, en þú veist líka bara að fara í skólan á afmælisdeginum og eitthvað. Ég geti ímyndað mig hvað svo gaman það er, sko. Já, ógeðslega gaman nokkulega. Því ég er ógeðslega mikið afmælisbarn og ég hef aldrei fengið að blómstra sem afmælisbarn og því ég er svo leiðilegan afmælisdag. Já. Ef eitthvað sé geymið á topic fyrir afmælistætti. Þú verður svona komin út í bara eitthvað allt annað. Það er ekkert það langt ég afmæli, sko. Það er alveg smá langt, já, en ég er sammála. Finnst ekki, eitthvað? Nú er desember, janúar, februar, mars. Ég þurfti að tella, já, það er 4 mánuðir. Ok, já, býðum þetta. En topic dagsins. Það er ekki þetta. Nei. En hérna, svona, what's the topic? Framhjáhöld í Hollywood. Það var hérna eitthvað sem var búin að senda okkur á tebúðunum, Instagraminu og það maður alltaf senda okkur hugmyndir þar. Bara please do, við elskum það, sko. Það geðvægt. Hérna, það var eitthvað búin að senda okkur þar eitthvað, það er ekki að tekja framhjáhöld í Hollywood og það var alveg 100% á lista hjá okkur. Já. Við erum pínu búin að vera að geyma því að þetta er svolítið svona deep. Já. En það er aldrei gaman að tala framhjáhöld, þannig séð. Fyrir utan það, en líka bara, þú veist, við vissum að þetta er mikið, sko. Og þú veist, það væri geðveitt gott að fara onni í, sko, the nitty-gritty details af þessum framhjöldum, en þá væri við henni í 4 daga. Ángríns. Af því að, þú veist, framhjöldin eru það mörg, því miður, og þetta er oft ógeðslega complicated af því að þessi tjáði sig þarna og svo fór þessi viðtal og sagði þetta. Það er rosalega erfitt að researcha hvað actually gerðist, þannig að við tökum fram eins og alltaf, það er ekkert að þessu 100% rétt. Nei, að sjálfsög ekki, af því að þú veist, sumar stjörnur hafi ekki einu svona viðurkennt en þá í dag. Nákvæmlega. Þannig að þetta gæti verið bullshit, gæti ekki, en þetta er bara sagan.
this is the story en maður á ekki trúa sögum samt sem áður skilur en á sumum hérna er náttúrulega þú veist sumir eru búin staðfesta sjálfsög, bara segja bara ég gerir mistök og þannig að hérna en hvað, veist, við vorum að ræða eitthvað svona aðeins fyrir þátt veistu prósentuna á skilnaði? Sko, ég var að lesa ykkur grein hérna daginn og það var að vera að segja bara, þú veist, já, það var einhver maður sem hélt fram og bara, já, það er náttúrulega 50% skilnaðarreit í Hollywood og þú veist, réttlega þannig. Já. Þannig að, þú veist, ég veit ekki hvort að töluna sé nákvæmar en það er greinlega orðið og göttinni, skilur. Ég, þú veist, með því sem að ég fylgist með þá myndi ég alveg, minnst alveg hljóma frekar rétt þetta sé svona 50-50 you make it or you don't, sko. Ángríns. Ég, þannig að kemur ekkert óvart að þetta væri 50-50. Mjög sorglegt að heyra að það sé þannig. Í algjörlega. En svo náttúrulega bara spurning líka að vera gaman ekkert að rannsaka það hvort það sé búið að aukast eftir komið samfélagsmiðla og eitthvað svona. Eða hvort það sé bara sama. Já, nákvæmlega. Þú veist, maður veit ekki. Hérna, googlar það kemur bara strax average divorce rate of Hollywood celebrities 52%. Nei, einmitt. Þetta er alveg yfir 50. Já, en er það ekki bara svona in general kannski? Þú veist, það sendur bara hérna 2 times higher 2% higher no, 2 times higher than average. Heldur bara svona venjulegt par eða hjón. Sælir. Það er svakalegt. Það er svakalegt. Herru, ok. Vilt þú taka fyrsta og ég taka fyrsta? Ég skal taka fyrsta. Ok, spennt. Ótrúlega spennt. Ok, ég tók Arnold Schwarzenegger. Þetta er náttúrulega svakaleg saga. Þetta er, ég sko, veistu hvað árið þetta gerðist? Það gerðist, talað hérna, framhjáhaldið eða bara svona þau skildu. Allt saman. Já, ég veit hvernig skildu á það, já. Hann sem sagt hélt fram hjá konunni sinni, Maria Shriver, með húshjálpinu sinni. Ég sko, að ég veist, mig rámar í að hafa heyrt ég veit að ég er ekkert eitthvað mikið búin að fylgjast með Arnold Schwarzenegger en mig rámar í að þetta hafi verið sko það stórt mál þetta var risamál sko. Að þú veist, að ég frétta þessu ég var bara eitthvað krakki, skilur já, ok, já, en þetta var 2011 sem að þau hætti saman, endur hjónabandið eftir þetta, en sem sagt hann hélt framjá með húshjálpinu sem var húshjálpinu á þeim tíma og hann eignast son með henni árið 1997 þannig að þegar þau hætti saman þá var hann orðinn 14 ára sonurinn og hann hélt þessu frá henni mjög lengi sko. Þetta kom upp í svona couples therapy, hjónabras ráðgjöf Fældi það rosalegt en hérna hann og sonurinn hans eru mjög góð samband í dag það er mjög gott en já, pældi þessu þau voru líka gifti í þú veist alveg 25 ár og hann var búin að halda þessu frá henni í 14 ár þannig að eiginlega helmingin af tímanum var hann búin að halda þessu frá mjög henni já, bara, barnið er bara full vaxið, skilur við þú veist, og hver veit nema þetta hafi verið ekki gangi lengi oh my god þú veist, þessi kona var húshjálpinn þeirra bara í 20 ár líka eða eitthvað þannig að hún var bara alltaf þarna já oh my god svona cleaning lady þetta er svakalegt þetta er rosaleg saga, sko þetta, ég get ekki ímyndað mér svo stöðu, sko nei úi Oi, þú Arnold Schwarzenegger sorry, had to say it já, þetta er ekki vel gert þú veist líka bara konan, þú veist, er bara búin að þú veist, húshjálpin, þetta er auðvitað mannskja sem er alltaf þér við hliðskilur, þú tala mikið við og pælti að komast þessu, svo er hann bara óleitt þú er bara, kannski hjálp til henni svo er þetta bara barni mannsins þíns fuck rosalegt, sko rosalegt jú, ok, hérna ég ætla að byrja að taka fyrsta Kardashian Jenner framhjáhaldi bring it, sko bara fyrsta sem að gerðist í rauninni og það var hún Kris Jenner okkar mamma þeirra allra en hún var náttúrulega gift pappa þeirra, Robert Kardashian og þau voru þau giftist rosalega ung og þú veist, hún var bara 22 ára þá hún eignast fyrsta barnið sitt og bara já, þau giftist mjög ung og eitthvað svona en eftir að voru búin að vera áratug saman að þá hélt hún framhjá og átti í rauninni sko, veist, ekki bara einu sinni hún átti ástasambandi við knattspyrnumann sem hétt Todd Waterman og en þegar þetta komst upp þá reyndi hún ekkert að neita fyrir þetta og þetta framhjáld leiddi þess að þau skildu og eftir þetta Robert fann sér samt alveg nýja kæristur og þannig og Kristjana náttúrulega kynntist
honum Bruce Já. eða Caitlyn Jenner Já, nákvæmlega. þannig að en hún hefur sagt í dag, hún gaf út bók þar sem hún talaði um þetta og hún sagði frá þessu og hún er alveg opinber með þetta. Já, hún talaði, var ekki eitthvað svona leyninafn í bókinni og svo komst þið að hver þetta var. Þú veist, hann hétt Jack eitthvað í bókinni Já, getur verið. Og svo komst þið að því og hann yfirkenndi þetta og eitthvað. Já, Todd Waterman. Já. En hann allavega, hún segir í dag að þetta sé örugglega með þeim stærstu mistökum sem hún hefur gert af því hún sá ótrúlega mikið eftir að hafa mist hjónaband sitt við Robert Kardashian. Já, gott að hann sjá eftir þessu. Batandi mönnum best að lifa. True. Verðum við ekki að segja það? Jú, algjörlega. En já, þannig að þau Kristjanar. Jú. Ekki bara engill. Líka djöfull. Nei. Ok. Svona er það. En já, ok, hvað þú með næsta? Herðu, leikarinn Jude Law. Já, ég ætla að googla svo ég veit ég. Hann leikur til dæmis í The Holiday. Já. Rosalega vinsæll. Ég dætti myndir ekki muna hvað þetta er. Nei, en um leið og ég googla hann, bara þið veitir hvað þetta er, sko. Hann er rosalega vinsæll, sérstaklega, já. Rosalega myndalegur. Mjög. Hann er í mjög mörgum bíómyndum. Hann hélst þess að fram hjá leikoninni Sienna Miller. Og þau voru þess að mjög fullkomin paramynd. Okay. Þau kynntust á setti árið 2003 og trúlöguðu sig á jóladag 2004. Þau voru saman í 8 mánuði þegar barnfóstra barnana hans Jude sagði að þau voru að sofa saman. Heyrðu, hvað er þetta? Þetta er það sjúkt. Okay. Já, hún allavega kom með þessa opinberlega frétt að hún og Jude voru að sofa saman með að hann var eitthvað annars þar í tökum. Oh my god. Þannig að hann sagði, þú veist, var hún barnfóstra, þau barn saman? Nei, þau áttu barn saman. Nei, þannig að þetta var bara, hún var úr fyrra sambandi hjá honum. Ói, en er hann búin að segja þetta, var sér sett hjá henni? Já, hann gerði opinberlega afsökunarbeðni í svona breskum fjölmiðlum og sagði bara afsakaði hegðun sína og hann segi mikið eftir þessu. Já, það er gott. Þau byrjuðu aftur saman, sko, on og off, alveg nokkru sinnum til alveg 2011, sko. Geta sambönd lifað framhjöld? Ég held ekki, sko. Ég held ekki. Ég held að sé, jú, þú veist. Potið ykkur? Já. En ég held að fari bara ógeðslega mikið eftir típu. Já. Og persónuleika. Já, og líka bara ástandinu í sambandinu þegar það gerist og allt, ég veit ekki maður. Það er svona erfitt að koma með eitthvað já eða nei. Já, en þú veist, ég er með mörg pörina sem er ennþá saman, skilur. Já, nákvæmlega. Þannig að, já. Það var grunlega að lifa þetta. Já. En hún var líka í Love með, Jude Law og Daniel Craig, þessi síðana. Ok. Rosalega Love Triangle. Vá. Já. Og meðan var með Jude Law? Þau voru svo öll vinir, sko. En hún segir að það var ekkert nefn bara eitthvað stutt. Hún og Daniel Craig voru að leika saman í ykkur bíómynd og það var eitthvað svona þeng á milli þeirra sem komst upp. Þetta er bara voicemail sem að hún er eitthvað hey, I'm here with Jude og svo segir hún endan I love you og hún segir eitthvað fór í kort út af þessu og var eitthvað að svara fyrir þetta, ég veit ekki af hverju náðu ekki alveg að skoða og og þá segir hann bara nei, ég segi I love you við alla, skilur. Það er svona dúkslega bandarist. Já, en hún er svo bresk, sko, þau eru brettar, eða heiki? Jú, örglega, hann var að leika í Sherlock Holmes og eitthvað, þetta verið. Jú, hún er bresk. Ég held þessu öll brettar. En ok, ég ætla að segja það er svo bandarist. En já, hvað rétt hér, ok. En samt þetta þau eru samt vinir, skilur, maður veit ekki. Já, ég segi oft, við alla bara vinir mína og segja love you, skilur. Já, ég reyndar að gera það líka, sko. En ég veit ekki. Nei, maður veit ekki. En kannski er það bara... En þetta er svakalegt, eitthvað svona með fólki sem að vinnur heima hjá þér. Hvað er það? Ég veit ekki. Barnfóstraðin, come on. Nei, ég veit ekki. Ég veist það mjög stegt, sko. Já, þetta er mjög stegt. Ég er þetta með ógeðslega stegt að sögu. Hvað er það? Það er hann Woody Allen. Leikstjóra? Hann Woody Allen er leikstjóri og bara fyrir þá sem að hann, þú veist, hann leikstýrir mjög sérstökum myndum og þú veist, það er ekkert allir sem eru fans af Woody Allen myndum en sumir eru sjúklega miklu fans og ég veit ekki alveg, þú veist, hvað allir frægasta myndina sér sorry, Woody Allens fan, ég veit ekki alveg en hann er með alls konar bíómyndir sem hann hefur gefið út hann er allavega mjög þekktur leikstjóri. Já, ég kannast að nafnið hans, sko, en þetta er engin mynd í hug sem ég þekki, þannig að sé. Nei, þú veist, ég er með alla myndirnar fyrir fram mig og ég er svona að reyna að pikka eitthvað út sem að kannski okkar áhorfendahópur veit, en
en ég sé enga í fljótu máli Nei, en hann mjög frægur Já, leikstjóri og svona mjög sérstakann stíl já mætti segja það hann sem sagt Oh my god Hann hvað, Birta? hann ok sko, hann kynnist konu sem heitir Mia Farrow og þau kynnast árið 1979 á hverjum veitingastæði og og svo bara eru þau bara eitthvað rosa ástfangin þau tvö og eru bara saman og svo árum seinna við erum talað um þau kynnast 1979 91 þá Woody Allen 56 ára þá byrjaði hann að halda framhjá með dóttur þessara konu Stopp núna sem heitir Sonny Previn Stjúpdóttur sinni þá sem sagt stjúpdóttur sinni sem var 21 ára gömul hann 56 ára ég ekki að aldursbleima henni eða neitt þannig Nei, ég bara að segja þetta er stjúpdóttin það er það sem við erum að bleima hennar sko. það er fucking sick já sorry og þau giftu sig Nei, hættu 97, jú og eru ennþá saman daginn Líka bara í gella dag Og hvað með mömmunar? Þú veist, þau bara hún bara mæti hún bara brúðkaupið og ég veit ekki alveg hvernig það fór sko og svo voru, ég er ekki 100% á því en svo voru sögursagnir varðandi það að hann hefði mögulega sko ættleitt hana áður en þetta gerist þannig að þá er þetta basically Þetta er bara dóttur hans þá já Þannig að Woody Allen giftist dóttur sinni já og áböð með henni Nei, hætti núna með dóttur sinni Á hann börn með hinni konunni Nei, Ok, gott ég held ekki ég ætla að double checka en ég er Hvernig gerist þetta? Ég bara skilja það ekki þau voru saman, þau veist þess að Mía þess að mammenar, þau voru saman í 12 ár Já, og já þetta er dóttur hans hann er búin að ætla hana Ég sé það hérna hjá mér eða ekki? Jú, Já, ég er í áfalli sko já þetta er sko ógislegt og þetta er auðvitað svona eitt frægasta framhjálpsmál Hollywood Þetta er bara eitthvað fyrir ég síðar því þetta er svo sick Já, þetta er alveg sick sko já, Já, það er svoleiðis já en sko það er sumir sem segja sko já, veistu minna, hann kynnist þessari stelpu þegar hann byrjar með mömmunar þá er þessi stelpa 11 ára Já Og hvað, þú veist, hvenær hættir hann með henni? Konunni ég veit ekki alveg hvernig þau hættir saman en allavega, þú veist, þetta kemst upp hann 90, eða þú veist, hann byrjar að halda framhjá með dótturinnar 91, það er ekki nema 6 árum setna að þau eru gift þannig að þú veist, mér finnst gríðlega líklegt að þetta hefur bara endað fljótlega eftir 91 Já en 97 eru gift og eru ennþá saman í dag Pældi í því að vera konan þú veist, mamman Þetta er dóttir hennar sko, hún er ekkert að fara hægt að tala við dóttir sinni, þú veist, það er ég veit ekki, kannski gerir hún það kannski gerir maður það en, þetta er eitthvað annað skrítið sko já, þetta er mjög Ég er sjökk yfir þessu sko Það er að enda þetta bara þessi bara Já, takk, þetta er búið bless. en þetta er viðbjörslegt sko en þetta er, þú veist, þetta er kannski ekkert eitthvað mesta Hollywood par okkar tíma skilur, Nei, en þetta er samt eitt frægasta mál Hollywood Já, nákvæmlega Já, þetta er bara þetta er viðbjörslegt Já viðbjörslegt ok, þú mátt koma eitthvað annað. Ég ákvað að koma bara með eitt svona basic bara svona Jay-Z náttúrulega helt fram með Beyoncé það er náttúrulega, we know that Þeir eru svakalegt náttúrulega bara mest private par í heimi þannig að magna að við vitum það en Já. þau svona tjá sig í gegnum plötuna sínar og tónlistar, Já, það er svona þeirra therapy og þú veist eins og í Lemonade plötunni það er alveg mikið verið að gefa okkur þar og svo hans platan, hans Jay-Z 444 já, manni hvernig maður segir þetta já, Já, Hvað er en sem- alltaf, þú veist, hún segir hana þú veist, Becky with the good hair iconic setning og hann segir í lagi hjá sér yeah, fucked up good things if you let me, let alone Becky yes og svo var eitthvað, það var, þú veist, það fannst eitthvað Becky sem er hárgræslu kona Við efast hún heiti Becky alveg en þessi já, kona náttúrulega, en hún heitir Rebecca Er það? já, og, þú veist, og ég man þegar þetta kom út að þá, þú veist, voru allir Beehives sem eru, þú veist, aðdóndarhópurinn af Britney Beyoncé fóru bara eitthvað og sko attacked Já, fuck en hún var bara, þetta var ekki ég Æ, greið ég skiptir máli hvað það var Nei fattur hvað ég meina, þú veist, auðvitað
tekur 2 til þess að dansa tango en þú veist það hann sem að fucka upp það hann sem giftur já, ekki hún hinn en ég held samt sko ég held hann hafi sko margoft haldið fram hjá áður til dæmis ég held að Lemonade sé uppsafnað já, þar hún bara let it out eins og þú resentment lagi ég segi það, því það er frá 2000 það er frá 2006 eða 7 en kannski er það sama framjöðal ég er nefnilega, það gæti verið sko en það gæti líka verið að þetta sé bara uppsafnað já, algjörlega en þau eru ennþá saman í dag þau eru ennþá saman í dag og þau náttúrulega hafa gefið út löga sem að þau eru bara saman og segja hversu ógeðslega ástfangin eru og... já, og Sandcastle sem er að þau reyna að byggja upp samband sitt aftur saman það var, þú veist þau endur nýju heitin sín líka eða ekki, jú kannski eru bara búin að vinna úr sínu já, og geti vel verið en ég man þegar Lemonade kom út og og að droppa bara þú veist bíómyndinni í rauninni á sama tíma með öllum tónlistarmyndböndunum og ef þið hafi ekki hort öll vídeóin á Lemonade þá bara mæli ég með því af því að þú ferð bara í gegnum ferli og maður bara þegar að horfa þetta í fyrst skipti og var ég bara eitthvað wow, þú veist það hold up kemur maður bara þekk skilur og hún er bara svo ógeðslega savage og bara svona þú veist segja hlutina bara svona þú veist sér hvað það fucking missa þetta skilur grín, ég fucking elska þessa plötu elska þessa plötu en svo var svo mikið letdown bara fyrir mig þú veist bara þú veist ég veit ekki bara svona stelpuna í mér þegar þú veist hún er búin að fara í gegnum reiðina hún er búin að þú veist bara fara í gegnum lögin sem hún bara trillist þarna og allt það og svo er bara Sandcastles og þau 2 grátandi saman eru þau ekki að tala svona þegar þau mistu fóstur í þessu lagi Sandcastles? Já það er verið að tala það er miscarriage held ég ekki jú, það gæti verið en það er líka verið að tala þú veist, setningin í laginu er þú veist we build Sandcastles skilur þú veist og það var svo auðvelt fyrir þau að taka það í að þú veist got washed away já. En það er sagt að þetta sé bæði sko sambandið þeirra okay. að þú veist, hún segir að Lemonade sé ferlið á því að komast yfir framhjáhald þannig að hún ferði gegnum afneitun, reiði og svo greinlega hjá þeim sættast og vinnur þessu og ég man ég var bara nei að þú var búin að vera svo nett skilur bara fuck you tell him boy bye já, nákvæmlega, maður er eitthvað svona jeps og svo bara þetta jeez en ég held einmitt en ég meina þau veist eiga fjölskyldu og já þau veist bara passa upp á sitt þau er bara þau vinnur sinni svona you do you en bara eins og segja ef þau gáttu ekki að launa eitthvað úr þessu já og við vonum að það bara fari vel og sko þeim mikillar hamingju 100% svo er og ég taka næsta við erum aðeins, við erum búin að ræða þetta en ég ætlum bara að minnast á þetta því að þetta var líka alveg svakalegt mál að það var þegar Ashton Kutcher hélt fram hjá eiginkonu sinni Demi Moore og eins og við tölum í ykkurum þætti held ég að þá komst hún að því í gegnum Google Alert svakalegt það er svakalegt já og ég get ekki ímyndað mér greiði fólki að lenda í þessu bara líka þú veist, ég held að þau lendi svo oft í því að það séu okkur vitlausar fyrirsagnir og eitthvað en þarna hefur hún fengið þú veist bara svona okay. ég held þú vitir því að þetta er bara algjör spull eða þú svona, ok, þetta gæti passa já það er alltaf sást ykkur mynd á henni með píunni eða eitthvað skilur þá væntalega er hún ekkert að fara neita því skilur nákvæmlega þau voru saman, ekki gift í 6 ári eða eitthvað ekki jú, og það var alveg, þú veist það var alveg talið bara fárlega gott á þeim tíma, skilur líka því að hann var eitthvað mikið yngri en hún og fólk var eitthvað svona, þegar þau byrjuðu saman en hún er búin að segja, þú veist hún er búin að segja núna, hún gaf út bók núna nýlega að þau voru alveg svona mikið að stunda fríkampa á eitthvað þannig þannig að þú veist, þau voru með kannski svona pínu opis en þú veist, það var alltaf með samþykki begge aðla og þú veist allar aðalega sjálfsög. Já, það er alltaf annars og þegar þú ferð behind her back, sko. Nákvæmlega. En hann allavega hann síðan allavega með Mílu Kunis í dag og það verðist bara ganga eins og í sögu. Á blaði lúkkaði mjög vel. Mjög kjút par, sko. En þetta var alveg svakalegt á þeim tíma. Já, þetta var rosalegt, sko. Af því að hún var svona uppáhaldsleikona Bandaríkjanna og hann var svona, þú veist
með pönt og svona skemmtilegur og allir voru bara svona fan af Aston, skilur. Var hann ekki líka í 70s og svo þarna? Jú, hann búinn þarna. Já. En þú veist, jú, en alltaf þekktur úr því en að hann bara gef mikið uppáhald hjá öllum. Nákvæmlega. Dude, where's my car? Hann þú veist, yes. Herðu, ég skal taka næsta. Sandra Bullock. Já. Við veitum hvað það er. Já. Maðurinn hennar, Jesse James, sem er einhvers konar entrepreneur, hann er frumkvöld, nice. Já, hann hélt fram hjá henni. Hann var giftur, þeir voru gift 2005 til 2010. En hann hélt fram hjá henni með mjög mörg komum. Þetta var basically svona sagt sem serial cheater. Oj, já. Fjölda framhjáhaldari. Er það ekki? Jú. Það er ekki góð íslenska, fjölda framhjáhaldari. Við erum búið þessum mörg orðið þetta, sko. Já. En hann gerði þetta og þetta komst upp meðan þau voru í miðju ættleiðingaferli. Ætlaði bara... það er bara svo rólítur. Já, bara nákvæmlega eins. Og þú veist, þau áttu þetta barnaskilur og voru að ættleiðan. En hún bara, hélt áfram að ættleiðan og tók hann út myndinni? Já, og bara sátt skilnað, skilur. Og það er það sem að hún finnst gett leðilegt, en hann er sagður vera mest hataðasti kallmaður í heiminum, þú veist, á þessum tíma, þegar þetta kom út. Að því að Sandra Bullock er bara svona America's sweetheart, skilur. 100%. Og einmitt svona leikona sem allir elska. Og hann er bara svona, algjör típa, þú veist, þegar maður les við til þessum hann er bara I have no regrets þú veist, hann sagði þetta einhvern tímann einu 7 árum setna eða eitthvað en hann fóksast eftir þetta í meðferð við kynlífsfíkn. Já, svo er náttúrulega það eru mjög margir sem að stimpla á þetta ég veit að kynlífsfíkn er til og allt það, en það eru svona droslega margir sem að stimpla framhjáhaldi á kynlífsfíkn. Já, þegar þetta er líka svona margar konur, það lítur samt að vera eitthvað fíkt þá, skilur. Það getur vel verið, bara, þú átt ekki að vera með manni sem að vill þetta, skilur. Þú átt ekki að vera giftur. Nei. Ef þú ert með kynlífsfíkn og að vera með einn partner er ekki nóg. Einmitt. Þá áttu bara ekki að vera giftur. Þá er bara hjónaband ekki verið þig. 100%. Allavega ekki hjónaband sem að, þú veist, hinn aðilin er bara með þér, skilur. Já, þá þurfum þið bara að vera með einhver sáttmála, einhver á milli. Sem var greinilega ekki í þessu máli. Greinilega ekki. En þú veist, ég segja, þú veist, mér finnst svona stundum ósanngjarnt að þetta sé stimplað með kynlífsfíkn og þú veist, stundum er maður bara svona, já, þú veist, eitthvað, þú veist, það er aldrei skiljanlegt að því að þetta er alltaf framhjáhaldsamt. Já. En stundum er maður bara svona, ég vildi þú hefur bara sleppt því að gifta þig ef þú værir, kannski vissir ekki að vera með eins og fíkn og allt það, en you get my point. Já, en þegar það er fyrsta framhjáhaldi allavega hafði the balls í að sækja skilnaði að segja koninni frá þessu skilur. 100%. Og þá getur enda við núr því saman líka. Já, nákvæmlega. Staðan fyrir að vera, þú veist, aldrei eitthvað leiðilegt bara maðurinn til margra ára út allt bara á netinu serial cheater, skilur. Já. Þú veist, og þú vissi bara ekki neitt. Þú veist bara eitthvað ætlaði soniðin með honum og vissi ekkert. Hræðilegt. Ógeðslegt, sko. Ógeðslegt. Að því að þú veist, og líka bara svona ég held að sé nógu vont að þurfa að díla við þetta sjálfur en að allur heimurinn sé eitthvað svona, hvað, þú veist búið til sögur úr sögur og segja, hvað gat hún ekki vita þetta eða eitthvað, þú veist, þið veit hvernig kommentarkerfi geta verið, skilur og svo eins og að segja að hann hafi sagt að hann sér ekki eftir þessu og kannski sér hann eftir þessu, skilur hann alltaf veit aldrei alveg alla söguna maður er náttúrulega alltaf bara að segja að maður sjá eftir þessu þú veist annars er þetta bara eitthvað siðblindur, sko. Það lítur að vera, þú lítur að sjá eftir því að særa mannesku viljandi. Manneski sem þú elskar, þú ert ekki með mannesku í hjónabandinu ef þú elskar hana meira en allt, vona ég, sko. Já, nákvæmlega. 100%. Þannig að þú veist, þú ert actually að bara særa mannesku sem þú elskar bara meira en allt í heiminum og vilt eyða restina af lífinu inn með. Nákvæmlega. It's terrible. It's disgusting. Ég er með eitt fyrir alla þá sem voru One Tree Hills fans. Veist þú ekki One Tree Hill fan? Nei. Ok, sem sagt ég varst ekki One Tree Hill fan. Nei, segðu þetta samt, það eru fullt af fans á þeim. Sophia Bush sem sérst leikonan í One Tree Hill ég bara, man ekki hvað hann ég man hvað hann, Chad Michael Murray ok, ég veit hvað það er. Já, Lucas í One Tree Hill og Brooke. Já, ok, ég veit hvað það eru samt. Ok. Og já, Sophia Bush og Chad Michael Murray, þau voru saman
og þú veist, þau kynntust á setti á One Tree Hill, urðu bara sjúklega ástfangin, eru par líka í þáttunum og og giftu sig. Eftir 5 mánuði þurftu þau hún sótt skilnað að því að þá var hann að hitta engan annan en Paris Hilton. Nei, hætti? Ha? Þetta svakalegt. What? Og tökur á One Tree Hill voru ekki búnar. Æi. Já, þannig að hún þurfti að byrja að vinna aftur á setti með honum. Því ekki ástangin á honum. Já. Og ég get ekki ímyndað með verra sinna. Nei. Ói, þú ert að vera fucking góður leikari. Þau eru gift, sko. Þú veist, þau voru gift. Það er hræðilegt, sko. Og þú veist bara að leika að vera ástfangin af manneskju sem þú kannski bara hatar, skilur. Bara, því hún bara særði meir en allt. Þú veist, þú ert búin að vera giftur í 5 mánuði, þú veist, þú átt bara að vera á okkur happy bubble, skilur. Bara 100%. Vá, ég sjokkið þessu. Hvernig Paris Hilton líka að tróða sinni alla þætti hjá okkur? Ég veit ekki, hún alveg, sko. Hún the queen of everything, sko. Hún þú veist, það hægt að tengja hana í hvaða topic sem Án gríns. Ég held það. Við erum alltaf búin að ná að koma einhvern veginn inn. Ég held það, sko. Þú segir þetta. Það held ég bara, Paris Hilton sé bara mest talaðasta manneskjan sem fáránlegt. Ég myndi halda að væri Kylie og Kim eða eitthvað, þú veist, þær eru ekki, Paris ofar, sko. 100p. Án gríns. En þetta svakalegt og þú veist, ömulegt að þurfa að byrja aftur að vinna á setti með mann, þú veist, og meðan hann var með Paris, skilur þannig að hún vissi eitthvað svona ok, hann að fara heima aftur til hennar eða whatever Jesus líka, hvað heldur þetta að vera vandrarlegt fyrir alla þá sem voru að vinna á settinu og í krúinu Nákvæmlega. Og leikstjóran eitthvað svona, segjum að sé atrið þau þurfa að kissast svo kannski brotnar hann bara niður og fara að gráta eða eitthvað, skilur já, svo, takk þetta aftur Új, þetta hræðilegt. Ógeðslegt. Það bara svona kvíðan út í maður að hugsa þetta scenario, sko. Já. Hvað maður næsta? Heyrðu, þú ert örugglega með þetta líka hann ekki tegja þetta saman. Brad Pitt og Jennifer Aniston. Já. Hann alltaf hélt fram með henni. Já. Eftir að hafa verið með Aniston í 4 ár og unnið með Angelina Jolie í 4 mánuði í myndinni Mr. and Mrs. Smith. Trillsmynd. Geggjumynd, ég var að horfa á hana fyrir nokkur mánuði. Já. Þá tilkynnti Brad að hann og Jennifer voru hætt saman eða bara skilin. En náttúrulega sögun að segja að hann hafi verið að halda framhjá henni með Angelina. Sko, það eru allar líkur á því. Allavega tilfinningalega. 100%, sko. 100%. Þegar það er ekki nema bara eitthvað nokkrum mánuðum seinna sem að hann bara eitthvað allt í einu byrjað með henni og þau eru bara komið fram á tímarit og eins og þú veist Brangelina og eitthvað svona þú veist oh my god ég skil ekki hvernig hann næri að vera með svona flott parar með báðum þessum konum ég skil það ekki sko þetta bara svona bæði bara svona power couples ég skil ekki báðar þessar konur bara bilaðslega flottar geggjaðar sko geggjaðar á svo ógeðslega ólíkan hátt sjúklega ólíkan bara svart og hvítt sko hvað þetta ólíkur það eru ólíka típur og ólíka manneskur en einmitt já, en ég meina það endist ekki Brangelina nei, en þau samt voru alveg lengi saman já, mjög lengi saman en ég að segja, það endist ekki nei alveg svo, ég glemdi kannski að segja á hann Chad Michael Murray og Paris Hilton er ekki saman í dag eins og kannski vitið þannig að það er ekkert alltaf sem það endist þegar maður heldur framhjá en dæmi par sem endist sem kynntist í gegnum framhjáld Eddie kann ekki segja náttúrulega Sherbian og Brandi Glanville ok, þetta er fyrir alla Real Housewives of Beverly Hills fans já, en þess að Eddie, hann er leikari og hann kynntist þessar konur sinni í dag Leanne Rimes sem er country-sönguna, það ekki? Eitthvað skoðanir, þannig ég held hún lítur á leikuna að þau kynntist á setti, sko já, hún er sönguna en ég held hún hafi leikið í ykkur já, sem var líka gift og þau sem sagt, þau halda bæði framhjá og byrja saman og er ennþá saman dag það er svo glögt og þau tala mjög opinberlega það því að þetta var mjög opinbert þú veist, þetta var mikið í fjölmiðlum líka hann Eddie sem að þú veist konan sem hann var giftur heitir Brandi sem sagt og hefur verið í nokkrum seríum af Real Housewives of Beverly Hills þar er hún ekkert og ég segi sko ekkert að skafa því hvað gerðist þannig að hún gerði líka þetta mál ógeðslega opinbert já, væntanlega þannig að ég held að kannski
hafi þau ekki einu svona haft tækifæri á því að halda þessu lindu, eða þú veist, þau eru að tala halda svo milli fjölskylduna hvað í raun og veru gerðist. Nei, algjörlega, en þau eru svona bæði skilur að halda fram hjá mögunum sínum. Já. Þú veist, það að fara að vera spurningar bara, wow, býtu, varst þú ekki, þú veist, þið eru bæði gift, skilur þú veist, þið verða að tala það svo þið geta haldið áfram. Í rauninni. Af því að þetta svo ógeðslega opinbert og Brandy náttúrulega bara getur ekki haldið kjafti, skilur. Nei. Þannig að þau verða bara svara fyrir sig og þau lúka mjög happy saman. Gera það nefnilega. Þau gera það nefnilega, sko. Þú veist, með það að Eddie vildi aldrei að börnin hans væri housewives og allt þetta. Nei. Það lúkar hann eins og hann og Brandy séu bara algjörlega ekki típuna til að vera saman, sko. Nei, bara leiðilegt að þú þurft að kynnast í gegnum framhjáhald. Algjörlega, mjög. En þetta er mjög góð punktur. Þetta er mjög svona, þú veist, maður veit af þessu mjög vel, út af bara, sérstaklega okkur út af Real Housewives, sko. Já. Ég er hérna, að taka Anna Kardashian. Ég skrifaði ekki niður máli með Scott og Kourtney að því að þú veist, þau voru svo oft stundir saman en það var þarna einu sinni sem að þú veist, það næst mynda honum með frönsku módeli liggjandi á okkur sólbaðsbekkjum og hún er rosalega nálægt honum og er, þú veist, svona eitthvað þú veist, í honum það er að tala með, þau eru eitthvað svona þú veist, þau eru nálægt strúkast eitthvað og hérna, og það er náttúrulega bara náðust myndir og þær fór út allt og þannig og þetta var alveg sýnt í Keeping Up og Kourtney, þú veist, vissulega var mjög reið og pirru og allt það en það var samt eitthvað svona pínu þeir sem að horta á þetta, viti hvað ég meina það var samt svona pínu bara eins og, þú veist, það væri hvað sem er búið, ég er ekki að segja það að það hefur rétt hjá honum samt að gera þetta, en þetta var svolítið bara svona eitthvað svona bara svona eins og voru bara bjögust við þessu, bara svona, well já, þú veist, það var eitthvað, ég veit ekki hvort það hefur bara verið chemistry á þeim tíma hjá þeim í þeirra sambandi eða eitthvað, ég veit það ekki en það er vissulega hægt að segja Scott hafi haldið fram hjá, það, veist, það er alveg hægt að segja það, en þau hafa ögnin ekki talað þetta þannig. Nei. En það er kannski bara þeirra fyrir börnir, að því ég veit að Kourtney það er bara gott að það sé það bara milli þeirra eða gerðist, skilur upp á börnin. Já, við náttúrulega sáum það gerast, en hún hefur aldrei verið eitthvað svona, hann gerði mér þetta. Nei, hún er mjög mature about it. Mjög. Gagnvart börnunum. Það er ekkert að því að bregðast öðru sem við, sko. Nei, að sjálfsög ekki. Fólk bara kópar eins og það, bara höndlar málið misjáft, skilur. En þá er það, þú veist, Khloe var náttúrulega gift Lamar Odom, sem var NBA, körfuboltamaður. Og þau voru alveg gift og þau, þú veist, henni lengi langaði að eignast barn með Lamar Odom og þau reyndu en það gekk ekki. En ég held að það er bara, þú veist, eins og hún segir í dag, það var bara fyrir bestu þá. Ég var greinilega bara ekki meant to be. Nei, en svo var í enda sambandsins þá, hún er búin að tala þetta eftir á, þá var hún til dæmis farin að taka aftur getnaðarvörn og var að þykist vera ekki að því. Já, meins. Að því hún var bara, þarna viss hún þetta er ekki forever. Þetta er ekki forever, skilur. En þau voru alveg gift frá 2009 til október 2016, þannig að það var alveg smá tími sem að þau voru saman og og skilnaðurinn var náttúrulega bara eins og hann var, skilur, þú veist, hún skilur við hann bara því að hún vantar hjálp, miklu hjálp og hún segir þú veist, eftir hún er bara að segja skilnaður þannig, hún fyrir viðtal hjá Howard Stern og segir, þú veist, Lamar var æðislegur, hann lét mig líða svo ógeðslega vel og hún tekur alveg fram, hann lét mig líða eins og ég væri eina stelpan í heiminum og hann var ógeðslega smúð með allt saman, þú veist, þannig að henni gruna aldrei neitt, hún var aldrei óörugg í sambandinu með honum en hún segir, hann var svo ógeðslega góður í þessu að þú veist hvað segir maður svona, aðstofkonan hans var með, þú veist, auka síma og þannig stopp, það er ógeðslegt já, en hún segir, þú veist þetta var ógeðslega niðurlægjandi á allan hátt að því að þarna kemst hún að því, þú veist, að hann er bara búin að vera að halda fram hjá meiri hlutan af sambandinu nánast bara allan tíman, skilur til hvers að vera með ykkurum eða ætlar að halda fram hjá manneskinni? Ég veit það ekki. Ef þú gerir það, hættu með manneskinni. Já. Hún segir, vertu þá bara einhleipur. Einmitt. Eða einhleip. Eða einhleip, já. Og hún segir, já, ég er alveg viss að fólk segir, þú veist, þetta er mistök af Khloe. En hún segir samt, ég myndi ekki breyta því sem ég gerði, af því að þetta var samt einn af mínu bestu tímalífsmins. Og svona átti gott samband og henni leið ekki illa. Ég held að sé tvennt ólíkt að vera í samband og vera standast óöruggur. Já. En, þú veist, þegar hún fær þessar fréttir
þá samt veit hún ástandið á Lamar að því að þú veist, hann bara á við mikla fíknefna vandamálstræða, mikla kynlífs kynlífsfíkn, þú veist það er að hann að díla við það líka, skilur, og þegar þetta gerist, þá hún orðin bara frekar svona mature, bara svona já, greiði þú, auðvitað fattur mig, þetta var, þú veist, auðvitað senur þetta var ógeðslega mikið niðurlæging að já, við erum með þáttaröð með honum og allir að sé henni lífið okkar saman og Chloe and Lamar já, og svo eru fólk að núti sem veit að þú veist, hann að halda fram hjá mér og eitthvað svona hældi hvað leiðilegt en hún sagði samt, þú veist eins og segi, þú veist, það var svona þetta var líka allt tekið fyrir í þátturum og hún segi bara svona, já, þú veist hann er bara svona stað skilur já, hún var eiginlega bara komin yfir þetta einhvern veginn það er eiginlega málið, maður sér það svona í fólki, ef það brest svona við þá ertu bara komin yfir þetta já, og líka, þú veist, ég held að þú veist, eftir að allt þetta kemur í ljós með öll þessi vandamál sem hann er að díla við og allt þetta sem hún er búin að reyna að hjálpa honum með og það er ekki að ganga að þá kom ekkert einhver auka punktur yfir á óvart nákvæmlega fattur mig, þannig að þú veist, þetta var bara hann pínu þannig hún var bara svona pretty mature about it, sko já en að vissuleiti svakalegt já, rosalegt, sko að því búin að, þú veist, hann er búin að vera þessu þarna allt þeirra hjónaband það er vera bara, þú veist, pro-cheater það er bara svona það eina sem er ekki vera fjöldaframhjáhaldari og þú veist góður í því, skilur já, greinlega já. en þú veist, ég það er ekki eitthvað sem þú vilt vera góður í nei, en hann hefur alveg sagt margoft eftir þetta að Chloe er manneskan sem hann elskar mest í þessum heimi og þú veist, hann lét hana sleppa frá sér sem ég vissulega verið sammála honum já, algjörlega að hann misti frábærakonu fyrir eitthvað svona, þú veist, come on en við veitum náttúrulega, sko, maðurinn á mikil vandamálustræða já, en Chloe á bara svo gott skilið þannig að það er svo leðilegt og hún lendir alltaf illa í því, elsku besta en þú veist, hún líka, þú veist, hún samt einhvern veginn hefur aldrei haldið eftir að sér að vera góð við hann á móti eins og þegar kom hann upp fyrir, ég veit ekki hvort það kannski 4 ár síðan að þegar Lamar Odom fannst í rauninni búin að overdósa af sko eitilum og Viagra inn á svona, hvað segir maður kynlífshúsi, þar sem hann getur keyptir kynlífsþjónustu og þetta var það slæmt að hann fór í bara dá hann var alveg koma frekar lengi eða ekki og hún var þarna allan tíman að hjálpa honum Kim, Kanye, allir að koma upp á þau spítala, passaði upp á að borgaði fyrir það að hann fengi bestu þjónustu í heiminum og það er eflaust eitt ástæðum okkur hann getur talað og labbað í dag einmitt. Þannig að hún hefur alltaf verið góð þannig að hún er rosa alltaf svona þótt vænt mann, skilur þú, hann er vandamál að stríða þetta er svakalegt en pældi hvað leiðilegt af því ef hann væri ekki með þessi vandamál þá væri þau bara fullkominn par væri glænt á saman dag já. Þau giftust líka bara eftir að þekkst í sko nokkra dag pældi hvað er sárt fyrir hana þú veist, hún veit hversu ógeðslega góð manneski hann er en hún bara, þú veist það er ekki hægt, hún getur ekkert gert því nei, ekki, þú veist ekki tilbúin til að hann þarf að gera eitthvað, skilur, hún getur ekki gert neitt það er umlegt þetta er svaglegt en ég ætla ekki það er meira náttúrulega Chloe í dótina já, takk til næstu Chloe já. Hann náttúrulega Tristan fucking Thompson getur hann ekki neitt, sko nei, þetta er fyrir cirka 2 árum síðan að því að True er það bil 2 ára og þetta gerist náttúrulega bara nokkrum dögum áður en að True Thompson fæðist já, ég var búin að gleyma mér tíminn sem var ólétt Þú búin að gleyma því? Já. Að því að þetta er tvennskonar með Tristan Thompson og Chloe Kardashian það er það að við erum að tala um það er allur heimurinn og því að allur heimurinn þá er ég og fólk eins og ég að bíða eftir því að Chloe eignist barnið sitt hún er búin að vera ógeðslega opinber með það hún sé ólétt og maður er bara svona geðveikt rooting for her og þetta er bara ógeðslega spennandi og og hún er alltaf að setja eitthvað í story bara, já, ég varst ekki að fara að koma bara svona, maður er gett included og maður var svo mikið fan af þessu sambandi Tristan, þú veist einhvern veginn góður íþróttamaður góður við hana að maður sá það voru aldrei neina svona, þú veist það voru ekki margar sögursagnir mann áður en það kemur síðan bara sagan skilur mig og
maður var bara geðveitt rúting fyrir hana því maður vissi hún hafði einu sinni verið að reyna eignast börn og þetta var fyrsta barn hennar loksins að koma og baby showerið og allt þetta bara, ég man hvar ég satt hvernig mér leið, hvað ég var að gera þegar ég sá þetta Oh my god það kemur bara upp frétt á TMZ sem er sem sagt slúðumiðl já það sko flugveiðinni Fruit fly Já, að kemur inn frétt á TMZ og þú veist, ekki bara frétt heldur bara myndskeið Fuck af Tristan vera að svona hooking up ég veit ekki hvernig maður orða það á íslensku við 2 konur á skemmtistað maður eftir þessu þetta er svona svartkvít myndbanda því þetta er bara tekið upp á öryggismyndarar og hann er þarna á milli, þú veist, hvort hann sæði fyrir hlýðin á einni eða á milli, whatever, skiptir engu fokki máli og er bara eitthvað svona með andlitsrit í brjóstunum á einni verðist kissa aðra og þú veist, þetta var ekki gamalt myndskeið Nei af því að hvort það hafi ekki verið þannig að hann hafi verið, þau náttúrulega byggu í Cleveland á þessum tíma því hann var að spila með Cleveland og og hvort hann hafi ekki verið að spila leik í LA eða eitthvað slíkt farið á skemmtistað eftir leik eins og körfuboltamenn gera mjög oft já. og þannig að þú veist myndskeiði var ekkert mikið eldra en sko max mánuði gamalt já. og konan hans er að fara að eiga barnið hans Pældi í þessu og þetta kom út og þá kom bara röð af nýjum sögum Nei, hætti ótrúlega mikið af svona öðrum svona átlettum skilurðu, þú veist, fréttamölum voru greinlega með eitthvað efni höfðu greinlega ekki þorað að birta Shit og bara hleyptu því í gegn Það er bara launch date bara Já, allir einmitt að því ég veit með TMZ sem er eitt svona stærsti miðlinn þau hringi alltaf í Kristjanar og þau láta hann að vita stundum til þess að fá þeirra seg á hlutina bara eitthvað svona hvað ætlið að svara fyrir eitthvað svona ég held að sé ekki sem að Kristjanar getur ekki stoppað ef sagan er svona stór Nei. af því að þar er þetta bara tímaspursmál hver fær þetta Já en þau láta vita að góð vilja sínum að þetta sé að fara að koma út Svo þau geta prepared Svo næs að þeim svo gerir bara það er innan við viku setna sem hún síðan þarf að eiga barnið sitt trúi bara tilbúin til þess að koma í heiminn og og hann alltaf upp á fæðingadeild hann Tristan, þetta sjáum við allt í keeping up systurinnar koma að fljúga strax til Cleveland leið hún byrjar í hríðum og Kim er þarna sko holding back hún er svo reiðut í hann sko þau eru öll berjálið Chloe hélt fullkomri bara þetta var bara svona pínu aftur eins og með Lamar þetta var bara svona pínu hún bara, Tristan Thompson skiptir ekki máli í freknast barnið mitt bara eina sem ég ætla að hugsa í þessum bara að þetta barn komist í heiminn á heilbrigðan hátt og allt verði gott og bara þetta mun ekki fá að en það getur náttúrulega verið að þetta stress og álæði tryggir hana til þess að fæða sko en já Svakalegt sko. Svakalegt og þú veist það mér finnst bara ekki að gera málin aðeins meira svakaleg þegar konaðin er sko við það að fara að eiga bara þegar hún er að ganga með barnið þegar á bönnin eða eitthvað skilur það er bara svona hvað er þú að gera? Akkur er þú í LA að skemmta þér meðan hún er alveg að fara að eiga hún er bara popping skilur svakalegt sko. Þetta er náttúrulega ekki einskipti og svo ákveður hún þarna eftir þetta að hún ætlar að halda áfram að vera með honum og þarna þurfum við bara heimurinn svolítið að vera bara svona ok, við gefum manninum benefit of the doubt hann fær eitt sjens, við hugsum það Já. Ok, og hann er búin að hún er búin að lýsa yfir að hann sé gett með sín og bla 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 og svo er ekki, nema bara hvað í fyrra eða ekki? Jú, það er ekki lengur síðan ég er ekki fyrra ég held að sé, jú það komið 1,5 ár kannski eða eitthvað ég er að sjá hvað bara nákvæmlega februar 2019 Já. 1,5 ár cirka bat næstu í 2 ár aftur, ég man hvar ég var hvað gerðist en þá kemur upp málið með Jordan Woods og Tristan Thompson og þá var málið þannig að Jordan Woods var besti umgana Kylie Jenner og sko til Forever og þau
en þau endur saman í partíi, sem sagt Tristan Thompson og Jordan Woods, þar sem að sögusagnir segja að hún hafi setið á kjöltin hans og þau hafi verið bara rosa lovey-dovey í þessu partíi. Held í þessu maður. Hvorki engin af Kardashian systrunum var þarna en vissulega fólk sem þekkti til þeirra. Einmitt. Og líka bara nokkri sem að vinna fyrir fjölmiðla voru þarna. Þú veist, verður meira smúð en það, en ok. En Jordan Woods síðan tjáði sig síðan sem kom öllum á óvart. Já, fór ekki Red Table Talk. Hún fór í Red Table Talk til Jada Pinkett Smith og að því að, þú veist, bæði fjölskylda Jada Pinkett Smith og fjölskylda Jordan Woods eru mjög góðir svona fjölskylduvinir. Þannig að, þú veist, hún er búin að þekkja Jada og Will bara allt sitt líf. Hún mætir þangað og þar segir hún sína hlið, hann ætla bara hægt að heyra hennar hlið af þessu máli og hún segir að þau hafi kysst þarna í endapartísins í rauninni morguninn af því að það var bara alla nótt þetta partí og hann hafi í rauninni svona leaned in, kysst hana og hún hafi einhvern veginn bara svona kysst hana og er tilbaka og svo hlupið út í Uberinn sinn og hún segir þetta var bara hún segir náttúrulega bara eitthvað, ég veit ekki hvað ég tók á mót, rosa mikið bleimi var sett yfir á hann, rosa mikið og það er líka rosa auðvelt að því að við vorum öll hvað sem pirrútið hann fyrir, sko en það var rosalega mikið sett á hana líka, sko rosalega, en ég tala um hvernig hún segir frá þessu hún er bara að færa þetta yfir á hann en guð minn góður hvað fólk sko lifði sér það var náttúrulega hræðilegt, þetta er náttúrulega bara ógeðslega ung stelpa og bara þarna, sko það er líka ömurlegt að hafa Kardashian fans á eftir það er sko glatað af því að þetta er svo stór hópur þannig ertu með Kylie og Khloe sem varst að særa einmitt, bara alla í fjölskyldunni já, þú veist, náttúrulega partur af fjölskyldunni þeirra þetta er sick þetta er svo sick, sko en þú kemur ekki til baka á þessu, sko nei, en það eru þær ekki vinkonur í dag nei og fór ekki líka Kylie X Jordan línan hennar og Kylie Cosmetics bara afslátt hún fór afslátt, en Kylie sagði að það væri 50% off hún fór 50% off það var ekki 100% en Kylie var bara, þetta er bara, þú veist hún alveg, þú veist, en það, þú sérð í þáttunum þetta var líka tekið fyrir þáttunum þá sérðu til dæmis Kylie og Jordan Woods tala saman í síman eftir þetta gerist og að þú sérð það ekki, þú sérð bara Kylie hringja í Kim hágrátandi hún er bara eitthvað, henni líður svo ömulega bara er alveg svona að því hún er að biðja systur sínar að þetta var aðeins búið að róast bara pínu pósa líti þá fór Kim, Kourtney, Khloe sko í bara attack mode á Instagram og gerðu fullt af petty hlutum og voru að setja hellingi story sem að allir vissu að var bara beint að einni mannesku Jordan Woods já en það er ekki eins og þetta sé bara einhver gælla sem er ekki, þú veist, það er ekki, ef það væri bara einhver stelpa, þá var náttúrulega væri þetta ekkert á henni, skilur en að þetta er fjölskylduvinir þekkir alla, skilur þá er þetta svo miklu verra það var náttúrulega þú veit nákvæmlega hvað hann er að gera, skilur þegar þú ert í þessum, þú veist, þú ert svona nálagt mannum, skilur og þau er náttúrulega bæði, 100% bæði, skilur en ég set ekki blame á neitt, eða einn og meira einn annan, skilur en þú veist, þetta er bara rosalegasta sem ég veit, sko okkar tíma, ég held okkar tíma að sé þetta stærsta, sko að því þú ert með einmitt bara svona, þetta er pínu bara svona eins og þetta er miklu verra að mér finnst heldur en, ok, ekki þetta verra og ekki þetta skárra, en þetta er samt í þessu leiti fannst mér þetta verra en heldur þetta að vera bara nanny eða eitthvað skilur mig að þetta er bara, að það er að vera allt annað, skilur að þetta er actually manneska sem er bara partur af fjölskyldunni þú er búin að hleypa inn í lífið þitt, skilur var í babysjárnu er búin að taka þátt í að, þú veist, halda á trúðunum ég fæ bara svona en ég veit þetta, hún segir þetta var bara svona þetta voru bara mistök og ég vissulega, ég 100% trúinni það voru alltaf bara mistök og hún ætti aldrei að gerast og hún var aldrei hrifin á hann þetta átti ekki að fara neitt svona og þú veist og hún var náttúrulega ekki að reyna að rústa lífið sínu fyrir eitt kossvik Tristan Thompson hún rústa ekki lífinu sínu, hún fær bara miklu meiri tækifæri eða ekki jú, en þú veist, henni leið þannig þá eins og hún hefði rústað þú veist, þetta er örugglega eitt af erfiðustu tímum sem að Jordan Woods hefur þurft að gangi í gegnum algjörlega, það er ræðilegt, sko af því að þú veist, hún misti til dæmis pappa sinn fyrir ekki þá mörgum árum síðan
og fólk var sko að leyfa sér að segja viðbjóðslega hluti það þegar þetta mál kom upp. Jesús minn. Skilur mig, þannig að hún segir að þetta hafi verið bara, hvað sér, darkest times of her life, skilur. Ángurist trú því að bara allir bara, þú veist, out to get you, skilur. Bara, já. Þú veist, hann fekk minna heitaldur en hún, sko. Miklu. Það var hræðilegt, sko. Miklu, og það loksins, þetta var svona aðeins farið að draga svo langinn, svona umræðan þetta, þá fannst mér loksins fólk taka þessu, snúsi við og vera bara, hey, wow, það tekur 2. Nákvæmlega. Það var rosalegt, sko. En Tristan Thompson samt ennþá í fjölskyldunni. Já, við fengum mynd af þeim núna inn á Halloween. Já, þau eru saman. Já. Þannig að, skulum bara vona að það sé ekkert meira að fara að koma þessu manni, Tristan, við gefum þér ekki 3. sensin. Það ekki 3. sens, sko. Ekki. Þá ertu out. Þá ekki vera second chance, sko. En fyrir utan það. En þá ertu out. Þá nennum við ekki að pæla honum meira, sko. Ángurist, ég geti talað þetta mál svo fokkin lengi því að það líka ókslega seti hvernig hann og Chloe kynntust. Já, ok. Já. Hvernig kynntust þau? Sem sagt, hann á barn fyrir. Já, það. Hann á strák fyrir. Alveg rétt. Sem bara örugglega rétt rúmlega, þú veist, 3 og eitthvað ára núna. Kærasta hans var bara hvort hún var nýbúin að eiga eða við það eiga þegar hann byrjar með Khloe Kardashian. Stop! Já, múin gleyma þessu. Já, en Khloe hefur sagt og Tristan hefur sagt að þau hafi ekki verið saman. Hann hafi verið hættur með kærastun sinni og hann hafi verið einhleypur þegar þetta gerðist, þegar hann byrjar að deyta Khloe Kardashian. En fyndi að þau skulum tala þetta. Ég nefnilega held alveg að Tristan hafi haldið fram hjá fyrrandi barnsmóður sinni. Held að hafi ekki verið með Khloe Kardashian. Nú, hver er það? Ég held að hafi verið með Lursu Pippen, bestu vinkuna Kim Kardashian. Já, það. Þegar hún kom út í gær á þessum degi, þegar við tölum þetta, þá kom hún út í gær með þær fréttir að hún, að það er mikið verið að því að Larsa Pippen og Kim eru hættar að vera vinkonur. Já. Og það er mikið búið að velta vingum af hverju búin vinkonur í mörg ár. Og það er aldrei búið að koma út. Það kom einu sem svona gæti að verið að Tristan hélt fram hjá Khloe líka með Lursu. Það var eitthvað smá hugmynd. Kemur Larsa út í gær og segir ég var í raun og veru svo sem kynnti þeim fyrir Tristan Thompson. Ég kom með hann í partí til þeirra, í Kardashian partí. Var það sem date þá eða? Já, sem þau voru að deyta. Hún segir það. Þannig að ef að Tristan hélt fram hjá ykkurum, hélt fram hjá fyrrandi barnsmóður sinni með ykkurum, þá held ég að hafa verið Larsa Pippen. Hún svolítið gaf sjálf þessu upp þarna. Að það er rosa stuttur tímarammi sem hann hafði frá því að vera með barnsmóður sinni fyrirvarandi yfir í Khloe Kardashian. Þannig að Larsa var þarna að segja, ég var millitíðin. Einmitt. Þannig að Larsa var reyla bara að gefa okkur þetta. Já. En já. Jesus, Tristan. Ég geti talað Tristan Thompson ég geti tekið þátt sem heitir bara Tristan Thompson og talað hann. Ég er ekki fokkið sko. Mér finnst það svo áhugaverð manneskja því að svo er hann líka fokkið myndalur og maður þolir það ekki. Ok, on to the next one. Sorry. Það er kannski ástæðan okkur að færa það sem hann vill. Andjóks. Að hann er ok. Það á ekki að leyfa þessum mönnum að koma svona fram. Ef ykkur vill Tristan Thompson þátt, látum mig vera því að Látum mig vera. Látum mig vera. Látum mig vita. Hvað er orðaforðin? Hann er farinn. Jæja. Lungu farinn. Við erum ekki með neitt góðan orðaforða, sko. Ég fór á svo grilli. Ég vaknaði klukkan 6 í morgun. Klukkan er 6 dag. Ég voru vaknað í 12 tíma. I'm so tired. En hérna, herði, ertu með eitthvað meir? Já. Full? Já. Ertu að grínast? Ok, hvað er með næsta? Ert þú búin með þín lista? Ég er bara með svona nokkur backup. Ok, ok, það er ekkert allir sem vita hver þetta er, en mér fannst þetta svo svaglegt, þannig ég varð að taka þetta. Okay. En það er Wendy Williams, sem er hún er með svona spjallþátt. Sem þú fórst í eins og Já, sem ég fór eins og ný. Wendy Williams er með svona hot topic spjallþátt, þannig að það er ekki skrítið að ég hafi verið mikill aðdáandi. Hún var gift Kevin Hunter í 20 ár. Og hún sagði, ég bara sveldist á teinu mínu hérna. Hún sagði frá því að þegar þau hafa nýlega verið saman eða þegar hún var ólétt að sinni eða eitt svona saman, hann heitir Kevin Hunter Jr. Að þegar hún hafa verið ólétt á honum og hann er 20 eitthvað í dag skilur, þannig að þau urðu mjög fljótt
ólétt eða hvort hann sé 18 og 19 ára og allan hann gift í 20 ár og að hann hélt fram hjá henni þú veist, þegar hún var ólétt Hvað mál með þetta? Það alltaf eitthvað þegar þú eru óléttur Ég sko, það er aldrei góðu tími til að halda fram hjá en það er ljótast að gera það þarna og það er mjög algengt og ég bara hræðilegt það myndi trillast Já. en hérna Gunni, ertu að hlusta? þig ok, svo er það bara núna fyrir það var í svona mars 2019 þá kom upp, þú veist, að hún var alltaf að tala Kevin mannin sinn í þáttum my Kevin, blibli og svo var eitthvað svona, tók maður eftir það er eitthvað off, þú veist, hún var bara off Já. og þá kom í ljós að það voru ógeðslega oft sögursagnir að hann var að halda fram hjá, ógeðslega oft og hún var alltaf bara, ef hún breysaði það talaði það, þá var það þannig hátt að hún bara, ég og Kevin er svo ástfangin þú veist, þannig einhvern veginn, þú fattar mig Svona lokaði á það þannig lokaði hann á málið en svo kom það í ljós að þau voru að skilja að því að hann viðurkenndi fyrir henni að hann væri búin að halda fram hjá henni að því að hann búin að eignast annað barn með aðra konu Oh my god Já. Hætti nú Þú veist, hann var bara búin að eignast annað barn með aðra konu Hvað er að? Það er svakalegt Þetta er rosalegt Ógeðslegt Þetta er rosalegt sko. Þannig að þú veist þú veist bara hættu bara með henni þú veist, barnið var fætt Það var bara eins og með og þá ætla hann bara Arnold. eitthvað þá ætla hann, það var reyndar ekki verið 14 ára það var bara smábarn en þú veist Hún var bara að ganga með það í 9 mánuði einmitt, var sko 9 mánuði lengi liða Það er svo einmitt, þú hefur hérna 9 mánuði til þess að fucking open up your mouth sko herri, svo er það Justin Timberlake og Jessica Biel Já harna mannstöðar fyrr á þessu ári eða hvort það var síðastu sumar að það náðist myndband af honum Já. vera eitthvað að snúllast í meðleikonu sinni Segir maður það? Já, meðleikonu Já, maður segir það og þú veist, þau hafa verið gift sko síðan 2012 Jessica Biel og Justin Timberlake og hafa verið í raun og veru frekar fullkomið par hinga til Já þang til þetta myndband fer út allt Já, ég maður eftir þessu myndbandi maður og þú veist og hann tjáði sig með því að birta notes, rosa algengt að stjórna byrti noteskjall og screenshot úr noteskjalli úr iPhone-u sínum Já, mjög fyndið og hann segir eitthvað svona þú veist, fyrir nokkrum vikum síðan þá sýndi ég mjög mikið svona lapse in judgment eða þú veist, tók mjög ranga ákvörðum og en samt höfum það alveg á hreinu að ekkert gerðist á milli mín og samleikonum minnar ég bara drakk of mikið og ég sé eftir hegðun minni hann segir þetta, ég hefði átt að vita betur blí bla Í þessu myndbandi er konan að svona ítanum frá sér já, hann er alveg bara að halda áfram en hann lukkar samt mjög fullur 100% hún var ólétt, Jessica Biel nei Akkur þetta svona algengt? Akkur þetta svona algengu þráður? Hvað er þeir bara eitthvað kannski er ég ekki að fá eins mikið í rúmunu heima því hún er ólétt eða þú veist hvað vandamáli ykkar? Come on Án jokes hún er að vaksa hérna barnið þitt inn í sér Hvað ef hún myndi fara með barnið sitt barnið þitt sem er að vaksa inn í sér og fara að halda fram með þér? Einmitt Hvað ætlar þá að gera? Einmitt, hvað ætlar þá að gera? Ég bara bilast, allavega hún var ólétt á þeim tíma það er núna þú veist, er mjög algengt þegar fólk er að geta sér Hollywood og að gera svona kaupsamninga Já. Ég held að það heiti kaupsamningur, ég hef ekki fucking hugmynd þetta er ekki kaupsamningur Hvað er það íslenskt? Nei, sko Prenup? Það er ekki kaupsamningur Nei, alltaf ekki Breyta eins Prenup, við hefum alveg við eitthvað prenup Þið viti hvað er að tala um allavega, þú veist, það er gert svona samningur á milli hjóna sem er eða þú veist, milli fólk sem er að fara að gifta sig sem í rauninni segir til ég átti þetta þegar við giftum okkur hún átti þetta eða eitthvað slíkt þetta er svona, það er ekki á Google Translate hvað prenup það ég er búin að tjekka en þetta er oft gerður svona samningur kaupsamningur þetta heitir ekki kaupsamningur sorry, ég bara veit ekki hvaðan þetta kom en það er gerðu, þú veist
kom í ljós núna, það búið að breyta prenup-inu hjá Justin Timberlake og Jessica Biel. Og núna stendur í prenup-inu, sem ekki talað að hafa staðið þarna áður þegar þau giftu sig árið 2012, að Justin Timberlake mun ekki halda fram hjá Jessica Biel. Annars mun hún eignast allt. Oh my god. Já. Hún bara, herri, þú sittur þá bara prenup-ið, annars bara fæ ég allt. Hann bara, já. Ok. En ætti ekki bara standa þau halda ekki fram hjá, eða þú veist, hvorugur. Í raun og veru hún með fullt frelsi til að halda fram hjá og hún þarf ekki að ágjöra á. Þetta ekki samt, hann ekki með meira svona eignir og þannig, eða lögin og allt þetta? Veit ekki. Ég veit ekki heldur. Hún alltaf bara fárlega góð leikona líka, sko. Rosalega. Einn bara fallegasta kona sem ég veit, sko. Fyrir utan það. Og hún fárlega tekið á leikona, sko, en þetta rúmurt. Já. Þú veist, við hefum ekki séð kaupsamningin þeirra. Prínöpið þeirra. Við hefum náttúrulega ekki séð það með byrjum augum. En þetta eru svona sögursagnir. Ok, ég ætla að fara síðast að þú veist, ég alveg með fleiri en við þurfum bara að taka part 2. Já, part 2 þessi. 2017, Kevin Hart. Já, ég líka með þetta. Og Enigo. Sko, ég dýrka þau tvö. Ég dýrka þau líka. Og ég man þegar þetta kom, ég var svo ógeðslega leið. Ég var svo ósatt út í hann. Þú getur fokkið miklu betur en þetta. Ángríns, hvað er það? Pæla? Hún var líka ólétt. Hún var líka fucking ólétt. Á fyrsta barninu þeirra saman. Já, 90% af þessum konum sem búið að vera að halda fram í hérna búin að vera óléttar. Þessi ég brjálast. Ég fann ekki eitt af öllum síðanum sem ég skoði, það var ekki eitt sem að konan að halda fram í. Nema náttúrulega hún vinkun okkar úr Twilight. Já, við erum ekki með það hér, við erum búin að tala um að fucking Kristen Stewart held fram í Robert Pattinson. Já. Ég verið að segja þetta myndbátt á YouTube eitthvað svona, af hverju svona geggjum Robert Pattinson fan stelpu, ung stelpa. Nei. Hún eitthvað svona, what would make you, eitthvað svona, hún bara brjál, bara hvað lætur þið halda fram í Robert Pattinson, hvað ætlar að fá út úr lífinu ef þú ætlar að gera það? Hún sko bara brjálið, þetta bara svona leave Britney alone moment, oh my God. Ég elska svona hardcore fans. Ég líka. En ok, með Kevin Hart þá hann sem sagt held fram hjá henni í Las Vegas og hann var blackmailaður til þess að segja frá þessu að þau voru með myndskeið. Bara gott hjá þeim að blackmaila af því að hann átti bara að segja frá þessu. Já. Þau eru saman dag, ekki? Þau eru saman dag og voru eignast annað barnið sitt saman. Þannig núna á 4 börn samtals, 2 með henni. Svo ég ægir mig svo mikið meira en þú veist, einmitt, herru, við samt spurðum gestin okkar. Já. Við spurðum þau hvað þeirra ekki uppáhalds það er ekki að segja það. Svona eftirminnilegasta. Já, frægasta, svakalegasta. Ég held ég að orða þetta sem svakalegasta framhjáhald í Hollywood sem þú veist Ertu búin að pull it up? Ég var að handa. Já, við náttúrulega vissum það. Ég passaði með að setja ekki mynd að Tristan og Chloe. Já. Því við vissum að það yrði eflaust vinsalæst. Og það er það. Maður sér það strax, sko. Já. Svo líka Nick Young og Iggy Azalea. Já, hann held fram hjá henni líka. Já. Hann var byrst eitthvað vídeo af honum 2016 vera að monta sig að hafa haldið fram hjá henni. Új. Og það var svo lekið á netið af einum af teammates hans. Gott á hann. Já, mjög. Új, bara stað. En þau eru ekki saman dag, minnum mig, held ekki. Nei, þau eru ekki saman dag. Nei. Hún með öðrum. Hún brendi allt stöffið hans eftir þetta, sko. Er það? Gott sjá henni. Fyrst var hún eitthvað að bakka hann upp og eitthvað, svo var hún bara neip. She burned all his stuff. Shit, gott. Eins og maður á að gera. Já. 100%, það er lausnin. Joke. Eða hvað? Já. Jay-Z, Beyoncé, Brad Pitt og Jennifer Aniston. Væntalega Jordan skandallinn. Já. Svo er með Cardi B og Offset. Já. Það er náttúrulega líka mjög frægt mál að því að aftur, hann hefur ekki haldið fram hjá hann einu sinni, það hefur alveg verið þú veist nokkur sinnum talið að sé nokkur sinnum serial cheater. Já, en í desember 2018 þá tilkynnti hún það að þau væri að fara að skilja eftir að hafa verið gift í ár og fyrst sagði hann eitthvað að því við hættum að vera ástfangin en þá kom fram kona og sagði sem sagt, nei, ég er búin að vera svo hjá honum
hættu núna. Já, en þau allan að þú veist, sko, þau fóru ekki í gegnum skilnaðin. Nei, þau ekki enda saman núna? Jú, en hún var samt að hóta skilnaði eftir daginn, sko. Já, ok. En sagði síðan að hún gæti ekki hætt að sofa hjá honum. Já, meinast. Þannig að þetta halda fram að gifta honum. En líka áður en þau giftu sig, bara þegar þau voru saman sem par, bara í sambandi, að þá var hann að halda fram hjá. Og ef að þið hlustið á Invasion of Privacy, og ég að tala að hlusta, bara lesa textan með, þá þetta bara annað version of Lemonade. Já. Þetta bara hún að fucking trillast og hvernig hún komst að þessu through the phone, mælum með því lagi. Found out through the phone. En já, Cardi B afsökt, ég sammála því. Brad Pitt og Jennifer Aniston, yep sir. Stendur ykkur Offset og Kylie, ég held að það hef ekki gerst. Nei, ég þekki þetta ekki. Offset og Kylie? Nei. Nei. Ekki svo við vitum. Kannski veit þessi eitthvað meira en við vitum. Kannski. Kristen og Rob, eins og vorum að ræða, Robert Pattinson. Svo það Kris Jenner og Robert Kardashian. Já. Will Smith og Jade Smith. Já, það er mál þar sem að konan er the blame. Já. Eða segja maður það. Hún hélt fram hjá honum. Eða eins og hún orðaði þetta sjálf, þá var hann í entanglement. Já. Með ungum artista sem heitir August. Og hann var fjölskylduvinur. Já, einmitt. En þau voru búin, þau eru búin að ræða þetta og það er til Red Table Talk þáttur sem þau ræða þetta og Will og Dita, þau sem hjón. Og þau eru í raun hætt saman en ekki skilin. Nei, þau eru svona separated. Já, í raunin en samt ekki. Hann tók þessu samtali sem framhjáhaldi. Af því að þetta var ekki í rauninni planið. Er það ekki talað þegar þetta gerðist? Það voru smá svona í svona pásu en ekki pásu. En ekki pásu að þú mátt fara að vera með fara að deyta eitthvað, skilur, já. Nákvæmlega. Bara taking time off einhvern veginn. Einmitt. Svo er bara Britney Spears og Justin Timberlake, það er náttúrulega orðrómur það að það hefði verið ástæðan ekkur þegar hættu saman hefði verið út af framhjáhaldi Britney megin. Já, ok. Og Cry River ávist að vera lag Britney. Þar sem Justin segir I don't need to say hvað segir, hvernig orðan þetta einhvern veginn, I don't need to say what you did. Paldi hvað er auðvelt fyrir þá eða bara expose alltaf bara í gegnum geggja lag. Ég myndi líka að gera það þannig. Já. Geggja sko. Svo er sem við geggja að það sé líka tekið fram prinsess, eða þú veist Diana prinsessa og Charles prins, Bretaprins. En við hefum eftir að taka Royal þátt ekkert mann. Já. Þess að við þurfum að fara í þetta mál, en hann náttúrulega hélt fram hjá þá höfum við high tea. Þá höfum við high tea. Og þá hann náttúrulega hélt fram hjá henni Díönu. Díönu með Kamilu sem hann er ennþá með í dag. Og eitt frægustu orðum hennar Díönu, hún har mjög mörg fræg orð, en hún sagði við vorum 3 saman í þessu hjónabandi. Þannig að það var freka crowded. Og hann er búin að viðurkenna 94 og þau skildu 5 árum seinna. Það hefur verið 3 manna hjónabandi og þú vilt bara þessi 2. Já. You signed up for 2 people, skilur. Já, ég man ekki eftir. Það var ekki bóðið. Nákvæmlega. Þetta voru svakalegar sögur. Já, þetta er rosalegt. Og það er alveg nóg efni í part 2. Algjörlega. Og nowhere to stop, sko. Því miður að sé nóg efni til að tala í framhjáhaldum að því að við viljum ekki sjá meira að þessu, sko. Nei. Við vill helst að þetta sé allt bara gamalt sem við munum koma til með að segja frá, sko. Algjörlega, 2021 á að vera framhjaldslust. Já. Getur verið það? Og bara lengra en það, bara framtíðin. Já, bara byrjum að 1 ári og svo tökum við næstu 5 ár og Eitt ár í einu, koma þið getið þetta. Lækum svo prósentu. Já, hjálp okkur, sko. 52% er alltaf hátala. Já, ég ætla allavega að fara niður í 49, sko. Já, minnst. En takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að horfa. Takk fyrir að hlusta og horfa. Og ég bara feysa kameruna, við erum aldrei gert þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. En sjáumst í næstu viku. Sjáumst í næstu viku.